Góða kvöldið, skákmeistarar. Ég ætla að taka eins fyrir uppskiptaafbrigði í slafanum. Þetta verður svona stutt vídeo eins og síðast. Reyna að taka svona afmarkaða línur, snöggt. Og þetta er allt saman þekkt og ég ætla semst að fjalla þessa stöðu. Svona samhverf staða og svartur getur mjög auðvitað lent í vandræðum ef hann veit ekki hvernig að tefla þessar stöður. Og drótning B3 ég vil alltaf leikið hérna og pressum á B7. Nú biskup B4 hana leikur er drótning B6 sem ekki margir vita af en eflaust er mörgum illa við að fá tvíbein. En þetta virðist nú vera sannlega jafnt. Við skulum pakka. Biskup B5 er svona betri praktískri tilraun fyrir hvítan að fá eitthvað. Og eitthvað að segja riddari D7 myndi tefla svona einhvern veginn. Riddari H4 náðum í hvítridabiskupin. Hvítur er komið biskupar. Og hrókur C1 og við séum að svartur er með hérna stakt peð á C6 og það verður alltaf veikleiki hvítur alltaf möguleika á riddara A4 og biskupin á F4 er miklu betri en biskupin á F8 og ég myndi segja að þessi staða væri svipuð þægileg og comfy poles en ok biskup 1-7 hefur verið leikið ótrúlega oft í þessari stöðu. Það er kannski ekki auðvelt átt sig á því en þessi staða verður bara hartnaði töpuð á svartan eftir riddari E5. Hrókur C8. Hrókering. Skal bara sína hvernig þetta teflist. Og þetta lítur út fyrir að vera allt í lagi á svart en mjög einfaldi leikir, bara riddari A4, hótum á B6, biskup D8 og hrókur F7 og ég sé ekki betur en að hvítur sé bara að fara að vinna peð og já, svartur er ekki með neitt mótspil sko. Þannig að hvítur bara fær hartnar unnið taflirna að þess að gera neitt merkilegt, bara einfalda leikir sko. Það getur nú verið mjög þægilegir sigrar. Já, biskup 1-7 er sem sagt það er bara slæmt framaldur í svartan riddari H5 er skári tilraun hrókering, getur testa eitthvað með svona og hrókur C1 og ég myndi halda að þetta væri nú heldur þægilegra á hvítan sko svartur með veikt beð á C6 og svartur er ekki ná að nýta sig með biskupana eða semst ekki nýta biskuparið. Já, aftur að stöðunni eftir drótning B3 og biskup B4 riddari 1-5 er athyglisverður leikur hérna hótum að drepa á C6 segjum hrókering hann er að tefla svona drótning A3 upprópunarmerki og A5 þetta er bara svona síni framhald og hrókering og hvítur betra biskupin getur verið kannski á D6 en hefur augljósa plan er þetta að hlaða hrók á C-línuna og pressa á C6 og við erum náttúrulega biskuparið og þetta er mjög þægileg staða. Drótning B6 er með þessa mainline en hugsanlega er biskup upp C3 besti leikurinn og lítið svolítið einkennilega út að gefa biskupar þess að gefa hvítum færa að fá biskupari svona síni framhald F4 athyglisverð tilraun drótning B4
Já, ég skrifaði einnig skáskýringu hjá mann sem jafnt, en ég myndi nú halda að biskupinn á D4 sé hans sterkur og hvítur biskupapari. Ég myndi vilja frekar hvítstöðuna þó hann sem með stök peð. Það er bara því ég er svo mikið fyrir biskupapari. Okidoki, þá er það dróning B6, tekið á C6, biskup 1 og 2 og svartur er komið með slæma peðastöðu hérna. Það er peði á C6 er veikilhekkurinn. Svartur er eins og möguleika, segjum hrókering og G5 og náttúrulega ekki drepa á G5 og kemur rittar E4 með eitthvað framhald hérna og biskup G3 og hvít stendur betur. Bara hróku C1 að koma og svartur er búin að veikja sér daldið. Já, hrókering og annar menntaða leikur í kongu D7, kannski með hugmyndum að leika biskup D6 og ná drottningarúrskiptum. Nú, ég held að besta praktiska tilhörun sé bara að leika F3, það blir eitthvað með svona B4 og við erum með þessa pressu sko. Við erum alltaf hrókur A6 og já, og B5 kongur D2, hrókur C1 eitthvað svoleiðis. Lítur nokkuð vel út, síns mér. Nú biskup 1 2, rittar 1 og 4, F3, C4 hérna, dróttur B3. Nú C5 væri sennilega slæmilegur hérna. Ég ætla bara að sína svona síni fram allt og náum við peða A7. Biskup G6 tekið og 1 og 4 og peða A7 er hangandi og þetta er alltaf aðeins betra á hvítan sko. Biskup B4 skák, kongur F2, A5. Hérna er svona eitthvað framhald sem við með. Takk á D5, það má náttúrulega ekki taka með C-pið, þá kemur biskup B5 skák. E4 er ágætis tilhörun, sprengið upp, D5. Nýtt okkur veikleikan hjá sortum, kongur er svolítið veikur. Það er 2 leikir hérna, hrókur C1 og biskup C6, segjum hrókur C1. Það er spurning hvort að hvernig þessi stað er, en ég held sé ekki jólin að tefla þetta með svörtu sko. Það er mikil pressa en hugsanlega hægt að hanga á þessu með 12 nákvæmni, en biskup C6 hitt framhaldið. Þetta er nú bara eitthvað sem ég var svona að dunda mér að skoða, en ég skal ekki að segja, en það er alveg pressa á svörstum hérna, ég held að það sé alveg ljóst. Já, og þá var þetta bara svona stutt vídeó. Ég endilega setja komment í kommentakerfinu og jafnvel einhverja hugmyndum einhvern variant eða byrjun sem þið hafa áhuga að skoða. Ég get kannski komið með eitthvað innlegg. Takk fyrir.